Byrjum á því að setja töflumiða fyrir ofan töfluna. Veljum allan listan, ekki síðasta endimerki hér sem tómt. Veljum references eins og áður, insert caption. Þetta þá töfla 3 sem kemur fyrir ofan. Veljum OK, tvípunktur og setjum textan bræðslumark. Þá komið að því að stilla dálk fyrir fyrirsögnina. Þessa fyrirsögn hér. Það bara einn dálkur sem við þurfum að stilla þar. Förum þá home-hnappinn og veljum hérna paragraf, tabs og hann á að vera hægri stilltur við 8 cm. 8 og hægri og set og OK. Eitt tabmerki hér á milli, þá bara einn dálkur. Feitletrum þetta og veljum svo listan sem á eftir kemur. Ekki síðasta endimerki hérna fyrir neðan. Þannig að nú ætlum við að stilla dálka fyrir þessa töflu hér. Veljum aftur paragraf og tabs og þetta eru 2 dálkar sem við ætlum að stilla og það gefið upp við 5,8 fyrri dálkurinn. Og það á að vera hægri stilltur dálkur og með lítir hérna 4, þá kemur svona lína að dálkinn. Setjum set, seinni dálkurinn við 8 cm, hann líka hægri en engin fyllimerki og OK. Og setjum svo OK og staðfestum og þá sjáum við, hér kemur þessi leiðilína sem bara strik, 2 svona tabmerki eða pílur. Þá eru 2 dálkstillingar. Þá ætlum við næst að númera listan og förum við á home-hnappinn, veljum bara sjálfgefið númer hér, numbering, og það raðast svona. Og við ætlum að velja að hægri stilla númerið, þannig að það raðist hérna rétt niður. Og þá veljum við undir listanum hérna Define New Number Format og þurfum að velja hér hægri stillingu á númerið. OK. Við ætlum líka að hafa 2 punkta í bil á eftir þessum greinum. Veljum þá paragraf. Veljum 2 punkta hér og verðum að passa mun að taka hakið af hér fyrir neðan svo bilið birtist. Staðfestum við OK. Þá þessi listi kominn. Nú ætlum við að bæta við að feitletra þannig að seinni dálk hérna. Bara eingöngu þann dálk. Til þess að gera það þá þurfum við að halda niðri allt hnappinum sem vinstra megin við bilslána og draga svo músina yfir þennan texta hér. Og þá getum við valið að feitletra þann texta, Ctrl+B eða nota hér. Bara þessi dálkur hér sem feitletraður. Í lokin ætlum við svo að kalla fram listan yfir þessa 3 miða á töflunum og við förum hér í endimerki á eftir töflu yfirleitt, veljum references. Hér settum við miðan, en hér ætlum við að sækja listan yfir miðana, insert table og figures. Hér getum við valið að sleppa því að hafa blaðsíðutali með og veljum bara einfalt bara hérna það sem sjálfgefið og OK. Og þá ættum við að fá lista yfir þessar 3 töflur eða töflumiðana.